Þá komið þið sæl og blessuð, velkomin í beina útsendingu á Samstöðinni. Eins og alltaf klukkan 4 á föstudögum þá förum við yfir fréttir vikunnar. Við förum líka svona yfir tíðaranda líðandi stundar og það af nóg að taka. Þetta var heilmikil fréttavika, setning Alþingis, mótmæli, ofbeldi. Einhver jákvæð mál vonandi, epískt einvígi forsetaefnanna í Bandaríkjunum og fleira og góðir gestir komnir hingað til þess að kryfja augnablikið með mér. Verið velkomnar. Við erum ekki með Sonju Ýr Þorbergsdóttur, formann BSRB, sem að hafði verið auglýst að kæmi hingað, en kannski kemur hún á eftir, hún kannski bara föst í umferðinni. En Gagga Jónsdóttir, kvikmyndagerðarkona, vertu velkomin. Takk. Guðrún Hulda Pálsdóttir, ritstjóri Bændablaðsins, velkomin. Takk. Og Valgerður, já, svo á. Þú, Rúnarsdóttir, ég ætla að byrja á þér. Ég held að fá fréttamál sem ég hef fylgst með síðustu daga hafi vakið eins mikla tilfinningar hjá þjóðinni eins og það að Hagkaup skyldi hefja sölu á áfengi í gær. Þetta það sem maður heyrir að fólk talar að miklum tilfinningahita. Það skiptist í með og á móti. Ég þykist nú vita það að þú sett ekkert allt og skotin í Hagkaups fólki fyrir þetta skref eða hvað. Nei, þetta nú merkilegt að þau skuli láta hafa sig í þetta. Það ekki? Jú. Hvað með tímasetningu? Eiginlega hissa. Hvað með tímasetninguna? Hvað, í fyrir jólin eða? Nei, bara núna svona í kjölfar þessarar öldum, ofbeldi og unglinga og aðgengi að áfengi. Þetta auðvitað bara einn viðbótar liðurinn í miklum breytingum sem hafa bara orðið á löngu tíma. Já. Og það búið að vera að stefna þetta bara í þetta smátt og smátt. Það reyndar alltaf aukist aðgengi áfengi svo bara statt og stöðugt hjá okkur. Já. Og það sem mér finnst bara merkilegt að það skuli í alvörunni raunverulegar upplýsingar og vel ígrundaðar niðurstöður sem eru þekktar í bara þessum heimi okkar, ráðleggingar frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, upplýsingar áhrif áfengis, upplýsingar hvað hefur áhrif á neyslu áfengis og upplýsingar það hvernig aukin neysla áfengis hefur aukin vanda í för með sér. Allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir í beinhörðum útreikningum, í peningum, í heilsu, í öllu þessi vísindi og upplýsingar, að þær hafa bara ekkert að segja. Nei. Í ákvörðunum sem að eru teknar, hvort sem það af yfirvöldum eða bara af einstaklingum og það fá að halda áfram að gera hluti sem eru kannski ekki löglegar, en þó þeir væru löglegir þá er þetta bara býsna alvarlegt að við höfum ekki nokkurt bolmagn til þess að hafa áhrif á þessa þróun. Og svo það líka sérstakt því það verið að tala betri aðbúnað fyrir börnin og við að grípa einstaklinga fljótt sem eiga erfitt og eru augljóst að munu eiga erfiðara í framtíðinni. Þetta geta allir séð bara í leikskóla, í skólum og svo framvegis og samfélag okkar ætti að vera byggt upp þannig að við grípum það að heyra svo raddirnar segja þetta á sama tíma og að segja aukum aðgengi að vímuefnum, hvort sem það eru, hvaða vímuefni sem það eru. Áfengi náttúrulega stærsta og mesta og alvarlegasta vímuefni í sjálfu sér, því það útbreiddast og veldur mestu skaða, en líka öll önnur vímuefni. Og stærsta forvarnar átakið eða forvarnar tóli sem við höfum að reyna að hafa áhrif á aðgengi. Og það gert með því að hafa áhrif á viðhorf. Og svo allt hitt auðvitað aðgengi bara beinlínis og kostnað og allt svoleiðis, opna tímar og hversu auðvelt að kaupa áfengi, og þegar fólk að hugsa þetta, við getum ekki verið, eins og þetta snúist bara einhvern lítinn hóp sem kannski með áfengisfíkn, en þetta ekki það, þetta miklu stærra mál en það,
Ég var að taka kannski bara hringinn. Velkomin til leiks, Sonja. Takk fyrir. Þú kannski náðir því að ég var að beina til Valgerðar spurningum áfengissölu hagkaupa. Ert þú með skoðun á þessu framtaki? Já, þetta hafa verið lögð fram frumvörp til breytinga á lögum í gegnum tíðina og við hjá BSRB höfum alltaf sent inn umsögn sem að gengur út á svona þennan kjarna sem að ofúst yfir að þetta sé stórt lýðheilsumál og hérna ef við berum okkur saman við aðrar þjóðir að þá auðvitað sjáum við það að þetta einn besta leiðin til að stýra aðgengi að það að hafa þetta ekki í sölu í matvöruverslunum. Mér finnst mjög sterkt, ég veit ekki hvort þau voru bara að nefna það að heilbrigðisstéttirnar tóku sig saman og mótmæltu þessu og sömuleiðis hefur heilbrigðisráðherra verið mjög skýr í þessum efnum. Og nú síðast fjármálaráðherra, Sigurður Ingi. Já. Einmitt. Þetta er náttúrulega þvert á lýðheilsustefnuna sem við höfum sett okkur og það er líka svona, það slær mig ekki vel akkurat á þessum, kannski, hvað maður segja, við erum á smá svona krosskutum, bakslag eða það er aukning á unglingadrykkju. Við vitum það bara að staðir eins og Hagkaup í Skeifunni, þau eru að safna saman þar gjarnan og hérna í Skeifunni umkring. Þannig að já, við erum bara mjög ósátt og hvetjum verslunina til þess að hverfa eða þau til þess að hverfa af þessari ákvörðun. Hveturðu okkur neytendur til að hunsa viðskipti við Hagkaup? Þess að hunsa viðskipti að Hagkaup. Við vorum vel ekki búin að hugsa það mikið hjá BSRB. Við heldum að þau myndu bíða eftir niðurstöðu til að vita hvort þetta var löglegt eða ekki og það slær mig líka illa að það hafi ekki verið gert. En ég held að væri bara eitthvað sem þurftum að ræða innanhús, eitthvað svona frekari viðbrögð. Gaga, þú ert foreldri? Já, mér finnst þetta, ég er á móti. Mér finnst þetta einhvern veginn bara eins og Valgerður var að segja. Við vitum svo miklu meira skaðsemi og rannsóknir og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin og vísindi og kostnaðinn á heilbrigðiskerfið. Og að mér finnst þetta bara ekki smart einhvern veginn. Nei. Og það er alveg rétt, krakkar hangi í Skeifunni og þau hanga á Eiðistorgi og og þetta er svona partur af einhverju svona normaliseringu. Já. Og sem við ættum frekar að vera að draga úr einhvern veginn heldur en að þetta er eins og þetta hafi verið svo lengi svona eitthvað baráttumál bara í 20 ára eitthvað við megum vera líka kúltiveruð og drekka vín með matnum en svo er þetta bara einhvern veginn, vitum við svo miklu meira núna heldur en þá. Já, er ekki rétt skilið hjá mér, átt þú ekki ungling? Ég á ungling, jú. Og getur þú deilt því að því ég á líka unglinga, deilur því með mér að það er ekki eins og það sé mikil eftirspurn frá þessum unga fólki að þeir séu mikið að kalla eftir. Nei, þau eru ekkert að fara í Hagkaup. Nei, það er alltaf fleiri og fleiri virðist vera sem að kjósa vímulausan lífstíl eða mann sýnst það svona í seinni tíð og þannig að þetta kemur eitthvað. Þetta er bara, snýst bara peninga og þannig er það allan heim með auglýsingar á áfengi og sölu á áfengi. Það er ekkert bara á Íslandi sem þetta er einhver sem við erum að tala þetta snýst hagsmuni fyrirtækjana sem búa til vín. Þá veldur maður líka fyrir sig, er þetta bara að skrauta blaði, þetta með samfélagslega ábyrgð og að sé verið að geta félagslega þáttum í svona viðskiptasiðferði og svo framvegis af hverju að velja akkurat þetta? Í könnuninni sem að HR gerir þarna árlega og þá kom í ljós núna þegar hún kom í vor þegar því að hún er gerð árlega ef ég er að fara með rétt mál að krakkar, börnin okkar sem eru núna í gagnfræðaskóla, þau eru stressari yfir því að við foreldrarnir fréttum af notkun nikótínpúða heldur en að þau séu að drekka áfengi. Bara það sýnir rosalega mikið einhvern veginn að því að við foreldrar við erum að sýna þeim eitthvað annað. Já, það er að verða svolítið gegnsósa samfélagið af svona liggum við þessi áfengistýrkun. Já, þetta er fyrst og fremst þetta þessi mikla drykki held ég að séum bara mest á fólki á besta aldri og aðeins yngra en það þetta er svona miðaldra fólk og aðeins yngra sem bara er held ég að drekka mest og drykkjumunstrið breyst svo mikið. Ég meina náð frábærum árangur á Íslandi með neyslu bæði tóbaks og áfengi hjá ungu fólki, grunnskólum eins og við vitið. Það er bara frá aldamótum batnað alveg 25 ára yngri sífellt færri sem hafa þurft að leita í meðferð. Þannig að þetta er búið að vera okkar
stolt hérna á Íslandi og þessi forvarnar aðgerðir sem hefur verið farið í og hafa virkað vel og fólk lítur til okkar frá öðrum löndum þannig að eins og þú segir, þetta er ekki unga fólki sem í eftirspurninni eða kalla eftir þessu. Nei, kannski getum við séð einmitt með nikótíni að þjóður nefndi það að það þú veist, bara snilldarlegasta markasetning sem hugsast getur. Var einhver eftirspurn eftir nikótíni hjá 16, 17, 18 ára og 19 ára úlingum á Íslandi? Örugglega ekki, en það búið að markasetja þetta sem bara mest smart thing sem þú getur gert og þess vegna eru bara næstu helmingurinn að nota nikótína staðaldri sem skordýr eitur og hefur mikil áhrif á miðtaugakerfið og þetta alveg með ólíkindum hvað það hefur verið mikil markasetning og náð víða. Þetta bara ekkert annað en það sem eins og þú veist að nefna, bara fólk, það einhver sem þarf að selja vöruna sína. Hjálpar ekki til og ofan á þann einbeitingarskort sem bæði ungt fólk og við hinn sem eldri erum könnumst við vegna síáreitis á samfélagsmiðlum og öllu því. En Guðrún Hulda, bændablaðinu náttúrulega ekkert mannlegt óviðkomandi. Nei, þetta ekki. En þetta kannski ekki mál sem að þú munt skrifa leiðara sem ritstjóri eða hvað? Nei, en maður getur náttúrulega hvatt vínbúðin að hafa íslenska framleiðslu hans framar í búðunum og svona fyrir þá sem að kjósa að drekka áfengi, sko. En þú fórst út í smá rannsóknarvinnu. Við rætum aðeins saman núna fyrir útsendinguna og þú varst búin að skoða vöruúrvalið hjá Hagkaupum, var það ekki? Já, af því að þú varst að segja langaði að tala um þetta. Það prófaði að fara inn á þessa síðu sem hrundi svo þannig á 20 mínútum, svo mikilvæg ágangurinn á hana, sko. Og mér sýndist þetta nú bara vera nákvæmlega svona sömu vörur og eiginlega bara sama verði og væri í vínbúðinni. Þannig að mér fannst þetta engin viðbót og ekkert eitthvað svona spes, ekkert sér íslenskt, þetta var bara sama og þú þarf náttúrulega að fara þannig í Skeifun, náttúrulega að sækja þetta og þeir eru að auglýsa þetta eitthvað, já, nú getur þú farið á eitt stað og fengið allt, en samt þarftu fara nákvæmlega þennan stað. En ég veit ekki aðgengið endilega eitthvað þægilegra í Hagkaupum og svo náttúrulega vínbúðin í eigu ríkisins að þeir eru að taka inn tekjunar en í staðinn væri Hagkaup og svo vínbúðarna hinum með göttunum og í staðinn og í Íðistorgi við hliðinu Hagkaup. En svo væri þeir þannig bara að taka þá hagnaðinn af þessari vínsölu sem að færi þá bara í vasa fyrirtækjana en ekki aftur til ríkisins. Þetta skot gæti hlaupið aftur úr byssunni eins og talað var til forna þegar ég var krakki. Ef tekjurnar fyrir áfengissöluna eru mun minni en sem nemur glötuðum viðskiptum vegna þess að mér finnst bara töluvert að fólk sé að tala um það að það ætla að rifta sínum viðskiptum við Hagkaup. Það ætli bara að taka aktífa afstöðu gegn högum sem eru á hlutabréfamarkaði. Svo höfum við eitthvað sem ekkert efni á út af vöxtum og öðru að versla í Hagkaup, þannig að þetta ágætis bara svona. En við hefum ekkert verið sérstaklega góð á Íslandi held ég að tala svona með fótunum og sína í verki. Það eru margar aðra þjóður heldur betri í því en við, sko. En það er auðvitað eina sem að við neytendurnir eru með valdið. En við erum ekki mikill í samstöðu held ég almennt með það, en það væri óskandi að við myndum sína í verki. Þessi staða sem upp komin í svo áfengismáli er náttúrulega einhverju leyti vegna sundurlyndis ríkisstjórnarinnar. Þar hafa flokkarnir mjög ólíka sýn til þessa málaflokks og mál reka á reiðanum. Heimildin kom út í dag. Hún bendir á að fleira reki á reiðanum hjá þessari ríkisstjórn. Alþingi var sett í vikunni og mér langar aðeins að fara þangað. Í heimildinni er bent á að í stefnuræðu forsætisráðherra var ekki eitt orð loftslagsmál eða loftslagsvá og mjög lítil áhersla á loftslagsmálin í þeim ræðum sem aðrir þingmenn fluttu. Og ef okkur finnst þetta of hátimbruð umræða að velta fyrir okkur hvað verður loftslagsmálin eftir 10, 20, 30 ár og það sé bara nóg fyrir okkur að hafa áhyggjur af deginum í dag, þá bætum við ekki úr að heimildin hefur
líka eftir vísindamanni hjá Veðurstofu Íslands. Í lok aldar verður veður á Íslandi líklega gjör ólíkt því sem verið hefur frá landnámi og fordæmalaust frá síðasta jökulskeiði sem lauk fyrir 10.000 árum. Það er hún Anna Hulda Ólafsdóttir, sérfræðingur á Veðurstofunni sem segir þetta. Með öðrum orðum, Ísland kólnar eftir þetta skítasumar sem að við lifðum núna. Þá gætu við verið landið sem að dregur stuttastráið hérna í hlýnuninni sem er náttúrulega grafalvarlegt mál og svo sem ekki til þess að hafa í flimtingum. En hér gæti bara orðið skítakuldi ofan á allt annað. Hvernig slæri það BSRB? Það þetta búið að spáði til lengri tíma annarkvort hittni löndin verulega eða einmitt að verði mikil rigning eða kólni, þannig að þetta var svona eitt af því sem hefur verið fyrirséð lengri tíma. Við höfum innan bandalagsins verið að reyna að fá stjórnvöld með okkur í lið til þess að líka horfa betur til þess hvað sé þetta að gera varðandi losum fyrirtækja, af því það er kannski ekki. Það er auðvitað þar sem að, eins og sjávarútvegi og áliðnaði sem að mesta losun er, en svo eru við nú svona býsna líka Íslendingar eða fólk hér á landi. Kannski mættum líka að taka til okkar sneiðina. En það eru auðvitað svona, við finnum það svona, eða upplifum svona andvaraleysi í þessum efnum. Það eru sett svona góðu markmið og svo er ekki alltaf unnið svona, allavega ekki sett í forgang að vinna hratt og vel eftir því, sem eru auðvitað mjög miður. Já. Slóð það þig þegar tókstu eftir því ef þú fylgdist eitthvað með umræðunum á Alþingi að þau eru í rauninni miklu aftar núna heldur en fyrir örfáum árum á árum Gretu Thunberg hérna og svona aktivista sem að náðu vopnum sínum fyrir nokkrum árum þá var miklu meiri umræð umhverfismál fyrir COVID en núna er þetta bara einhvern veginn, þetta er ekkert á dagskrá. Ég var einmitt að rifja upp þegar hún myndist á þetta hvort það hafi bara verið félagsmálaráðherra sem myndist á loftslagsmál yfir höfuð. Ég bara man ekki eftir fleirum. Ætli það kunni ekki bara vera þannig. Já. Þannig ég er sammála, þetta er búið að ýtast neðar á listan og líka svona velti fyrir mér að þau auðvitað eru líka í viðbröðum með umræðum við stefnuræði forsætisráðherra og eldhúsins umræðum svona líka að reyna að endurspegla tíðarandann og þau gerðu það mörg býsna vel í ræðum sínum þingmennir en endurspeglar þá ekki það kannski líka að það er aðeins minna áherslu á loftslagsmál almennt í samfélaginu okkar. Það er áhyggjuefni líka. Það er því áhyggjuefni. Hvað segir þú, Kaka? Já, það er áhyggjuefni því að maður finnur bara fyrir áhrifunum á eigin skinni eins og í sumar. Já. Þú veist, það var allavega þeir segja líka þannig í þessari greina að þú veist aldrei verið að síðan þeir fóru að mæla eitthvað fleiri viðvaranir. Svona það er svo miklar sviftingar í veðrinu og mér fannst einmitt, þegar bara horfði á þessa forsíðu í morgun, þetta var svona, fóralið svona, þetta er óþægilegt. Þú veist, maður er þar, kannski verð ég ekki hérna lengur en stelpuna mín að verða og þetta er eitthvað svo, En við erum, ég menna svo Seyðisfirði sem er talið. Já, og þessi myndarna sem hérna inn á Seyðisfirði, hún er virkilega sláandi og... Tölfræðin er þannig að frá 1. júní til 31. ágúst þetta sumar, ef við getum kallað það sumar, þá eru þau 69 viðvaranir á Íslandi. Næst mesti fjöldi, ef við förum 7 ár aftur í tíman, er 2022, þá voru þar 50, annars eru það svona yfirleitt á bilinu 20-30. Þetta gæti verið tilviljun, en þær eru nú ansi margar tilviljanirnar þegar kemur að úrkomu, ákefð og öllum þessum heiftarlegu breytingum sem eru farnar að skekja heiminn. Hitametin öll sem falla 2024 verður heitasta ár sögunar. Kannski ósanngjarnt að spyrja þig það en samt forvitnilegt. Veistu hvort íslensku landbúnaður gerir einhver leyti ráð fyrir þessum breytingum? Ef þú kíkir á forsíðu Bændablaðsins þá sérðu það að þetta er mynd sem er tekin á mánudaginn. Þetta lítur út eins og desember Já, akkurat. Bændur hafa þurft að sækja kindurnar fyrr út af óveðri. Já, akkurat. Túnin kólu í vor. Já. Heifengurinn, maður veit ekki alveg með heifenginn, þú veist hvaða afleiðingar þetta á bara eftir að hafa matvælaframleiðslu núna í ár út af kalanum í vor. Þannig að maður þarf vel að fara svolítið að kortleggja hversu mikil bændur fá til þess að geta framleitt
Ég hef jafnvel heyrt að einhver slegið fram að það þurfi eitthvað að skera niður bara því að það verður ekki ná hæg fyrir skepnuna sko. Og sýnist þér að bændur sko muni breyta sínu vinnulagi eða háttum sko, eru komið þangað að við þurfum að hugsa hringinn upp á nýtt? Sko, bændur eru alveg, mér finnst hafa verið undan sinn samtíð þegar kemur að vinna með landinu og með loftslagsmálum. Það til dæmis verkefni sem til loftslagslandbúnaðar, alltaf fleiri og fleiri bændur sem eru þar og það er svona alveg mjög verklegt sko. Þeir eru með ákveðna aðferðir, þeir eru með ákveðin verkefni, hvernig þeir gera og þeir mæla fyrir og eftir og þetta getur bara að séð. Ég fór fyrir 2 árum í heimsókn á Vopnafjörð og það voru bændur, loftslagsvænir kúabændur og tröldi satt. Maður drekku mjólkina frá þeim, þá var maður í rauninna, hvað segir maður, það er plús kólefni, þú veist, þeir græða landi vel og þeir hugsa fyrir, það eru tækjabúnaðar sem eru að koma fram, sem eru, hvað heitir það, smá það svona tæki sem er svona mjög, nákvæmnisbúskapur. Þannig að, það sem að þeir bara í rauninni að nota nákvæmlega þann áburð sem þarf ekki of mikið, ekki of lítið. Þegar greinalöndin, ég held að svari við því að, þú veist, mæta loftslagsbreytingum er náttúrulega hlýtur að vera tækniframfarir og hvernig við þurfum að vera rosa fljót. Og að minnka losun. Já, það er ekki síst svarið við því sem er að gerast. En það er bara enginn að minnka losun. Það er kannski stóri vandinn í þessu öllu. En gaman samt að heyra það ef bændur eru svona nánast á undan samtímanum í hérna sínum. Það er bara ótrúlega mikið sem að svona hugsar kannski ekki alltaf þegar maður er að hugsa hvað er loftslagsmálin, það þarf að vera eitthvað svona verkefni, það þarf líka að vera verklegt. Þú veist, maður getur sagt allir þessu orð alltaf, en hvernig eru þeir að gera þetta, skilur? Það er breytingar á fóðri til að minnka metanlosun, þú veist. Það er, þú veist, hvernig maður notar lífrænan áburð, þú veist. Einhver þróun í áburðurum og hvernig við förum með allt aftur inn í hringrásin. En svo eru svo margir, ekki bændur, en margir sem að bara allan heim sem er að hoppa á einhvern veginn easy way out, sko. Sem að bara allan enn grænþvott og það er líka bara, þú veist, það er orðið nýjasta bara vandamálið. Það er orðið að rísa vöxtu vandamáli. Þetta er líka þarna, því maður veit að það hvílir mest á yfirvöldum í öllum löndum að taka góðar ákvarðanir þar sem að tegnarnir geta haft sko auðvelda valið, góða valið fyrir þetta og það þarf að leggja línunar og reglurnar alveg svo í því til þess að raun að veru hjálpa okkur að taka góðar ákvarðanir sem eru í þessa átt, en það kannski hefur bara orðið minnum það. Ég meina þessi nýji skattur að nú er ekki hagkvæmt að kaupa lengur rafmagnsbíl, það hjálpar ekki til. Mér dettur í hug sko Sverrir Stormsker, mjög skemmtilegi textarnir hans, þar sem að hann var að segja okkur bara vera glöð og slaka á því að heimsstyrjaldir verða í öðrum löndum. Ein af mörgum frábærum setningum. Þannig að við erum bara ekki eins og með í heiminum sko. Og þess vegna getum við bara haldið áfram að gera það sem okkur sýnist og það sennilega eru bara öll lönd eitthvað niður þar. Þú veist, loftslagslínun í öðrum löndum og afleiðingar af því og við sjáum mörg ár hafa verið hrikalegar afleiðingar af þessu það sem eru þurrkar í Afríku og flóðin Asíu og Guð maður veit út allt þessi gríðarlegu áhrif sem að koma er ekki í okkar landi, þannig að við erum bara eins og hann sagði vertu svo hress, þannig að við erum ekki að hugsa það, eins og þau segir bara kannski sofna á verðinum og við fyrir bara að haga upp það sem Íslendingum finnst skemmtilegast að mesta. Þannig að þetta er stóra máli sko. Og við meðan húsið brennur nú er allir svo kátir að geta ferðast og bara eftir COVID og ekki að hugsa loftslagsbreytingarnar, en þetta er örugglega svolítið rétt að sofna á verðinum. Ég smá svona, það var alveg þetta var smá wake up hann í morgun sko með. Ég segi það með þér. Sko en það eru ekki allir svo heppnir að hafa efni á að ferðast. Og ég fór nú á mótmælin sem að þið emdu til í vikunni, sama dag og þing var sett. Við erum að tala BSRB, Kennarasamband Íslands, VFR, er það komið þar? Alþýðusambandið, já. Já, VFR þar einu. Já, akkurat. Þú fluttir þar, ætla ég nú bara að hæla þér fyrir mjög gott og skörulegt erindi. Takk fyrir.
og það var til þess tekið í mannfjöldanum að þar var engu ofaukið og ekkert vansagt heldur, þetta var beitt ræða hjá þér. Má ég spyrja þig hér og nú Seðlabankinn á einhverjum furðulegum villigötum með 9,25% stýrivextina sína? Sko, ef við horfum til þess sem að okkar sérfræðingar að segja innan BSIB að þá auðvitað þurfti að grípa til aðgerða og Seðlabankinn að nýta þau verkfæri sem hann hefur til þess að kæla hagkerfið af því að það var og hefur verið þensla. Að því leytinu til að ég skil alveg þessi sjónarmið þegar fólk að segja sko vextirnir hér eru miklu hærri heldur en í öðrum löndum og svo framvegis. Þannig að sko aðalgagnrýnin okkar hjá BSIB og það svona einmitt svolítið ólíkt á milli okkar stéttarfélaganna eða samtaka launafólks þá þetta atriði að stjórnvöld hafi ekki verið að þau hafi verið að sofa verðinum, þau hafi ekki gripið til aðgerða til þess að stemma stigu við verðbólgunni sem ástæðan fyrir háum vöxtum. En hins vegar auðvitað þannig að við höfum gjarnan viljað sjá þau byrja að trappa niður vextina við síðustu ákvörðun Seðlabankan af því að þau hafa líka gefið út að þau munu ekki gera það mjög bratt. Þannig að það áhyggjuefni, en sko hvað ég segja, þannig að aðal áherslan okkar hefur verið á verðbólguna og það sem að ég myndi var að reyna að kjarna í þessari ræðu að sko mest áhyggjuefni eins og staðan núna svo að það búið að vera vitað í langan tíma og endurtekið efni í gegnum áratugina að hér skortur á húsnæði. Og við erum í verkalýðshreyfingunni búin að vinna mjög öttulega með stjórnvöldum og það búið að gera alls konar áætlanir og gefa fyrirheit og loforð það. En hins vegar staðan svo ef við horfum sko á uppbyggingu bara á einkamarkaði að þá náttúrulega mjög margir verktakar sem eru bara að hætta við verkefni af því að vextirnir eru mitt of háir. Og svo sömuleiðis sem maður horfur á þessa félagslega uppbyggingu á húsnæðis og hjá Bjargi sem við eigum að ASÍ að þá fáum við ekki lóðir, það ekki nægilega mikið af lóðum og það skortur á innviða uppbyggingu og það þýðir auðvitað að við verðum föst í þessum vanda áfram bara eins og við þekkjum í gegnum tíðina og það svo sorglegt þegar við vitum megin ástæðuna því að sko stærsti liðurinn í því sem í verðbólgunni húsnæðisliðurinn og hann hefur verið að hækka á undanförnu þó að verðbólgan sé að draga saman. Þannig að bara ef ég mætti bara nefna eitt, þá það húsnæði og við þurfum að byggja. En sko við erum ekki að byggja. Nei, það algjört neyðar ástand. Það virðist ekki von á neinu frá stjórnvöldum. Ekki samanber stefnuræðu, umræður og alþingi núna, ekki fjárlög. Það bara ekkert í gangi. Og sko hvernig sjáum við til lands í þessu? Sko það sem hefur þó þokast áfram í svona að mínu mati í skilningi og afstöðu stjórnvalda það að það virðist vera meiri svona samstaða eða viðurkenning á því að markaðurinn lesi ekki öll mál og það var alveg smá tímamót en það svolítið síðan að það gerðist og svo kemur hitt að þá erum við að reyna að fá fram skilning á því að það mun engin annar en ríki og sveitarfélög geta tryggt að það verði byggt nægilega mikið og sömuleiðis að ég meina það kalla eftir auknum ítökum hins opinbera. Já. Og ég meina við sjáum það líka bara í öðrum löndum og fólki finnst þetta alveg svona frálegt þegar við nefnum þetta að ég meina eins og eftir seinni heimsstyrjöldina það voru beinleins bara ríki og sveitarfélög að byggja húsnæði til þess að fólk hefði þak yfir höfuðið. Þetta ekki bara grundvallar mannréttindi eða öryggi, þetta líka bara ef við tengjum þetta inn í umræðuna núna mikið ofbeldi hjá úlingum að þá sjáum við hvað það sem að helst skortir. Jú, það áhrifin, ástæðurnar, og hvað þarf að bregðast við. Það fátækt, það húsnæðisöryggi, það að koma að þau búi ekki við aðstæður heimilisofbeldis og svo að grípa inn í ef þau í námserfiðleikum eða einhvers konar andlegum erfiðleikum. En segðu mér sko, þetta snertir allt. Já. En láglaunafólkið samdi það af sér í vor þegar samþykkt var að aðeins yrðu hóflegar launahækkanir gegn því að vextir myndu lækka en það yrði aktíft unnið gegn verðbólgu. Ég held að flestir Íslendingar hafi átt von á því þegar láglaunafólki skrifaði undir sína samninga í vor að það væri búið að lækka vexti þótt ekki væri nema til annars en að bara aðeins koma á móts við þá sem ekki hafa efni á að ferðast til útlanda.
Sko þó að allar áætlanir okkar hafa gert ráð fyrir að vextirnir myndu byrja að lækka og við vorum með sömu sviðsmyndir eins og fjármálaráðherra fór yfir í kynningunni sinni að þegar vextir lækka svona mikið þá mun húsnæðislánið og kostnaður og allt þetta hafa áhrif. En ég er ekki þeirra skoðunar við samið á okkur af því að kjarasamningar hafa líka áhrif á verðbólgu. Þannig að ef við höfum samið raunverulega hærra kaup heldur en er svona rýmist innan þessa að þá hefðu við ýtt undir verðbólguna. Og þannig að vonandi er þetta þá bara svona örlítið lengri tími heldur en við gerðum ráð fyrir og það sem auðvitað gerðist á móti og það er alveg rétt sem að stjórnvöld hafa verið að benda á var gríðarlega stór pakki þeirra sem að var sérsniðinn að fjölskyldum og leigjendum sem þá þeir hópar í samfélaginu sem eiga erfiðast með að ná endum saman. En svo þetta kemur hitt að það voru líka fyrirheit húsnæðisuppbyggingu sem áhyggjur af. Og svo kannski hitt sem að hefur líka hvað mest áhrif á okkur þetta einmitt þegar við förum út og erum að versla í matinn að hér svo mikil fákeppni, það eru svo fáir sem að selja okkur þessar svona grunnnauðsynjar eða dagvöru og það er náttúrulega búið að veikja allt eftirlit með því þannig að það er eiginlega engin eftirfylgni og það er ekki verið að veita aðhald og það er auðvitað svolítið merkilegt og ég er ekki viss að það gerist í öðrum löndum að sé nóg að ein verslun opni til þess að hafa áhrif á markaðinn. Það segir allt til það hvaða skortir raunverulega aðgerðir frá stjórnvöldum. En forsendubresturinn, hann er það ári eftir að samningarnir voru gerðir? Er það tímaviðmiðið? Já, það er næsta haust. Næsta haust? Já, eftir ár. Kannski eina var það forsenduákvæðin sem við hefum viljað sjá hjá BCB en við komum ekki að því að þetta er ASÍ og SA sem semjum þetta atriði þó að við höfum svona reynt að hafa áhrif er að það væri fjalla líka kaupmátt. Ekki bara verðbólgu í forsenduákvæðunum. En við vissum alveg að þetta myndi taka tíma þannig að okkur fannst ekki óskynsamlegt að tímapunkturinn væri á þessum tímapunkti sem að nesast eftir árið. Kannist þið ekki við að það svona sverfi svolítið til stáls í efnahagnum þessa dagana? Jú. Ég hef líka börn sem er einmitt að reyna eða sem er að kaupa íbúðir og þetta er náttúrulega bara rosalegt að það er bara ekki hægt að kaupa ungt fólk getur keypt íbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Ekki nema að þú eigir ríka foreldra sem ætla bara að bera þig yfir hann að læk eða þetta stórfljót. Það er alltaf bara þegar fólk bara í vinnu, fullir í vinnu og þetta er bara stórkastlega mikið mál og erfitt að og erfitt að sjá fyrir sér kaupa húsnæði fyrir sjálfa sig og fullorðið fólk Já, og erfitt að sjá fyrir sér bara framtíð hinnar íslensku fjölskyldu, framtíð íslensks samfélags að óbreyttu. Eins og Sonja sagði það helst allt í hendur. Já. Það er bara þannig. Þetta er bara samhengið í hlutunum. Að búa við öryggi eiga einhverja peninga til að gera eitthvað skemmtilegt. Kannski er það þess vegna sem að allir vilja bara komast í hagkaup. Það hefur engin efni á að fara neitt. Eða þið vitið, þú veist, krakkar, þetta er einhvern veginn svona, Er líklegt að þetta ástand, þessi kreppa eða hvað maður samdráttur eða hvað maður á að kalla þetta neyðar ástand, líkum við að segja, hefur þetta áhrif á listsköpun? Já, það hefur verið að skera niður en eina ferna til dæmis í mínum bransa. Það er, ég held að þetta sé komið núna á síðustu ári, þetta sé orðin 47% lækkun. Hefðirðu gert saumaklúbbinn skemmtilega sem þú kvikmyndina sem að maður skellir hlóa yfir. Hefðirðu gert hana í þessari deiglu, þessari stemningu sem er í dag? Hún var gerð fyrir COVID peningana sem var svona aukafjárveitinga. Hún hefur ekki orðið til nema að hafi komið COVID. Það er, auðvitað hefur áhrif. Þetta hefur líka áhrif ekkert bara á mína list heldur alla hina að maður heyrir það alveg á tónlistafólki og öðrum því að það fyrsta sem að fólk hættir að gera er að mæta á viðburði og tónleika eða þannig, eðlilega. En það er föstudagur. Hvernig eigum við að koma okkur hérna upp í ljósið? Ég veit það.
Eru þið ekki með eitthvað? Það er sól úti. Já, það er sól úti. Rosa gott veður. Það er ekki helstu ráðleggingar. Jú, 13 stiga hiti. Fara út að ganga, fara í náttúruna, faðma tré, segja sumir, aðrir bara ganga það sem er sjálf grænt og grænlaug. Það er nú eitt af það sem hefur svo sem aukist mjög mikið, sko. Já. Ég fyrir löngu búin að koma upp minni rútínu, en ég er líka svo gömul. Þú ert nú alltaf skokkandi. Já, ég er bara að hleyp og syng og það er bara nóg fyrir mig. Þú hleyp og syngur? Þannig að Það hlýtur að vera frábær blanda. Já, ekki endilega sama tíma, sko. Ekki sama tíma, ok. Nei, þannig að nei, það er fyrir löngu sem ég uppgötaði að ég yrði að sjá til þess að halda góðri geðheilsu. Maður ber ábyrgð á því, bara eins og annarri heilsu. Já, en stjórnvöld verða hafa líka ákveðna ábyrgð á okkur. Einmitt, og það er bara eins og ég var að segja áðan að það er þeirra að búa til umhverfi þar sem að góða valið verður, eða sérst auðvelda valið, létta valið er góða valið fyrir okkur. Það var á við bæði það sem að okkur stendur til boða að kaupa í matinn eða og þessi stýring á því, á neyslu. Og það er, en ekki láta bara fjármálaöflin stýra því. Nei, ekki það er bara svo óþverralegt, sko. Já, ég held að við höfum alla burði hérna til þess að verða fyrir utan alltaf þennan kulda þarna sem er að detta inn, en hann kannski helst stílega. Já, við höfum burði til þess að vera að gera gott samfélag og ég held að það sé mjög nauðsynlegt að við gripum til bara neyðar aðgerða til þess að búa til betra samfélag fyrir börnin okkar sem líður ekki vel. Eftir COVID, eftir alla mikluna í skólunum með loftslagsvána hangandi yfir sér og við þurfum bara í alvörunni að hugsa það. Það er ekki gott að hugsa ekki vel börnin sín og þá er ég meina öll börn. Ég held að það þurfi svolítið að koma líka bara úr græsrótinni, maður getur ekki allast til þess endilega yfirvöld stýri því, sko, þetta verður að vera eitthvað, það er líka bara viðhorf í samfélaginu og mann finnst líka mjög margt jákvætt og mjög mikið af fólki sem er umhugað að hafa heilbrigt bara umhverfi kringu sjálfa sig, burt sér frá þessum atriðum sem við erum búin að tala beinlínis en eru þáttakendur í því að hugsa bara gæðatíma með fjölskyldunni og en það er ekki allir sem hafa burði til þess og það er það sem er svo vont. Og þarf svo lítið þegar það er einhvern veginn allt í járnum, þá þarf svo lítið til að einhvern veginn að hlutinir fari einhvern veginn. Mér finnst ég vera að upplifa meiri stéttaskiptingu en langt skeið. Það er ekki bara upplifun, hún er bara skýr, rosalega skýr, fólki að veljandum upp og sorglítindum. Og líka bara, við höldum einhvern veginn kannski einhverjir að við séum einhver millistétt, en ég held að það sé bara mjög stutt að við séum láglaunafólk líka. Í þessu, þú veist, 20% vexti og maður er bara eitthvað hvítur í bónus, bara kaupa, þið vitið, einhvern veginn. Ég skammaðist mín sjálfur alveg rosalega fyrir að húsnæðislána mitt hefði hækkað 15 milljónir í þessu rugli núna á 3 árum. Þangað til ég hætti að skammast mig fyrir það og ég ákvað bara að tala það. Já, opinberlega. Já, bara opinberlega eins og ég er að gera núna. Og sko, þú veist, í hvaða landi er maður staddur? Hvernig er þetta í lagi? Og að vera leigjandi, hvernig er að vera leigjandi? Hvernig er að vera einstæð móðir? Þú ert einstæð móðir, eða ekki? Jú. Hvað Ég var bara oft með svona tímasetningar í húsnæðiskaup, sko. Ég keypti mína fyrstu fasteign 2017 í Hveragerði. Þá var einhvern húsnæðisverð ekki farið upp. Það er svo fyndið með þessi fasteignakaup og heyra eitthvað, já þú keyptir þetta svo réttum tíma. Eins og tíminn sé, hann er svo eitthvað svona faktor. Þú varst eina af þeim heppin. Já, þú varst svo heppin, sko. En sko fasteignamatið á þessari fasteign er búin að meira tvöfaldast á þessum 6 árum. Þetta er ekkert stabilitet, sko. Þetta er líka eins og sett aðeinslega útsíð en ekki bara, ég er akkurat á þessum tíma að kaupa fyrstu fasteign og það er bara, ég get ekki valið tímapunktinn, það er bara, ég þarf að koma þakki yfir höfuð. Það er bara forréttindi að vera fasteigna eigandi í dag sem að náði að kaupa, vera svo heppinn á réttum tímapunkti. Hverfandi lúxus því að nú eru sko glæpamennir sem eiga einhver félög, eignarhaldsfélög og fyrirtæki, þeir eru að kaupa upp, þær fá íbúðir sem eru lausar á markaði til þess að ókráða þeim. Þetta er svo ógæðslegt Ísland að það er ekki hægt að nota nein önnur orð yfir það heldur en ógæðslegt. Þetta ætti að vera inn í einhverjum svona neyðaraðgerða pakka, þú veist, meðan við erum að byggja sem það ætti að gera, þá ættu þeir að vera setja reglur svona eignarhald. Allt þetta dót.
nýbúið að gera það sko varðandi leigu á húsnæði og það hefur verið eftir að þau voru sett eða breytingarnar tóku gildi og sér maður svona bæði við sko verkalýðsmegin og líka samtök leigjenda eru meðlega jafn ósátt eins og sko húseigendur. Þannig að þetta, hefði báðir viljað ganga mun lengra heldur en og þá kom líka eins og tilkynning frá svona stóru íbúðafélagi að þeir ætla ekki lengur að bjóða upp á 5 ára leigusamninga, þetta stytta í ár og þannig að þetta einhvern veginn að finna, þetta finnur sér alltaf líka einhverja leið sem svo... Það alltaf að treysta því að fólki sem á peningana sé með siðferði á réttum stað. Þurfum alltaf að treysta því bara. Já, við erum orðin háð. Og að þetta markaðurinn geti stjórnað öllu. Það bara ekki að virka. Við erum bara eins og Ameríka við erum bara einhver svona mini-Ameríka. En förum til Ameríku og þar getur kannski verið eitthvað sem okkur finnst pínluti fyndið þótt að sé algjörlega súrrealist. Gæludýrát. Já, gæludýrát, nákvæmlega. Horfðuð þið á þáttinn sem ég horfði á þar sem að gæludýrát bar á góma síendurtekið? Var það síendurtekið? Ég bara sé sko svona myndskeið úr þessu. Ég náði því miður ekki að halda mig vakandi. Kannski ekki síendurtekið, en endurtekið. Allavega tvisvar. Ég vakti nú ekki til að hlusta á þetta en maður hefur heyrt þessi skot. Já. Úr þessum kappræðum eða hvað það heitir. Stóð hún sér ekki bara rosa vel, Kamilla. Hún var alveg útséð, það ekki? Ég satt á þessu að þegar maður heyrði það svo skýrt, svo fannst mér þess að ég hef verið að lesa í dag sko með einhverju könnun og það væri bara 63% á því að hún hefði staðið sér betur. Og það sýnir, ef ég að hafa þetta rétt eftir, en þetta var allavega miklu nær miðju heldur en, ég held að það væri bara afgerandi, mikill meirihluti sem hefði sagt að hún hefði, en það sýnir okkur líka að það ekkert gefið að það ekkert allir að það var eitthvað sem, klár kona sem hefur búið lengi í Ameríku sem sagði að það bara fólki sem þarf að horfa á þetta, ekki að horfa á þetta. Já, þú ert bara í liði og það er alveg svona hvað gerist. Já, þetta svona... Þetta er svo gríðarlega stórt land, 300 milljónir. Já, ótrúlega mikið. Og þetta er bara eins og mörg lönd, 50 lönd. Nei, svo hann var líka í viðtali ég held ég að vera hlusta á hann í Morgunútvarpinu, ég held hann heiti Viðar, félagsfræðingur, sem skrifaði greinina. Sem skrifa einmannleikann. Já, og samfélagið og hann, ég reyndar var bara að hlusta með öðru eyrunu en hann var að tala þetta tæknirisana. Og þú veist, og aftur þetta samhengi hlutana, tæknirisarnir og Trump og Elon Musk og í rauninni heimurinn svo lítill og að við erum, það er allir að hugsa út frá einhverjum hagsmunum en ekki út frá fólki. Fyrirtækjan og félagin sem að styðja hann og svona styðja þessa kosningabaráttu og hann ætlar að koma, Elon ætlar að vera með honum hann ef hann verður forseti og einhvers staðar las ég líka því þeir hafa mjög mikið þeir hafa miklar áhyggjur bæði Elon Musk og Trump af mannfjöldaþróun Bandaríkjunum, lækkandi fæðingatíðni en sem ekki vandamál í öllum heiminum heldur bara í svona þróaðri ríkjum og þeir, ég held að fyrirtæki Elon Musk StarX sem að stjórnar internetinu í Úkraínu og þar, þeir ætla að hafa að tala að hann ætla að gera nýlendu á Mars þegar það verður lífvænlegt svo ætlar hann að gefa sæði sitt Jesús Kristur. Og Trump hent út í sér á einhverjum kappræðanum að það yrði frítt IVF eða tæknifrjóvgun fyrir konur og var þar komin í sko heljar mótsögn af því að þeir eru líka með öll lögin fósturvísar undir 6 vikna eru kominir undir morð ef þú eyðir fósturvísi þá getur þú verið sakaður fyrir að myrða manneskju þannig að þetta var allt orðið mjög svona í takt við gæludýrátið. Mér fannst Kamala Harris sko fella Trump á eigin bragði. Hún gerði það. Já, hún hjólaði rosalega bratt í hann. Og hann minkaði og hann var pirraður. Sumpart vegna þess að hún var að beita svona svipaðri orðræðu á hann eins og hann hefur verið að beita sína andstæðinga bara ekki að skafa af því kannski íkja svolítið og ég held að það sem honum hafi sviðið verst var sko þegar hún fór að segja honum að fólk sem hann héldi að bæri virðingu fyrir honum það hlæjaði honum, það væri allir að hlæja honum. Já, í útlöndum. Já, hvort sem hann var í hernum innanlands eða útlöndum eða hvað það var og það var helst að hann geti nefnt einhverja svona einræðisherra mjög vafasamt fólk eins og ungverska dúddan sko
honum finnst ég æðislegur. Það var legacy-an, sko. Hann var líka með svona harkaleg viðbrögð og það ekki þegar hún var að segja að það mæti ekki það margir á kappræðunar og fólk þá kom gæludrátið. Já, var hann brjálaður, þá kom gæludrátið. Það var bara einhver rofa til. Já, hann var hörundsár. Já. En ég kallaði sérfræðing til hérna í vikunni og það víst þannig að sko, þetta ekki bara svona kúriósa fyrir okkur Íslendinga að fylgjast með þessu einvígi þarna vestra heldur. Þetta gæti haft töluverð áhrif á okkar bara efnahag. Hvort að verður forseti. Tollamúrarnir sem að Trump sko talar núna og svona gæti haft töluverð áhrif á okkur efnahagslega og félagslega náttúrulega ekki síst. Líka. Þannig að hérna en já. Og stríðið í heiminum, Palestínu. Jú, það nú eitt. Já. Og það var nú svolítið surrealíst sko þegar hann fór að saka hana að vera hérna gyðinga hatara sko. Hann alltaf að reyna að taka í svona bellibröð sko. Já. Það er svona svart og hvít. Já. Og kalla hann ekki marxista líka? Jú, mér finnst það svo áhugavert. En mér finnst hún svo töff að þau eru með hérna, þú veist, eru á TikTok og samfélagsmiðlum og eru bara eiginlega að rústónum sko. Þú veist, það er bara gert stólpagrín að honum. Er þetta Halla Tómasar núna? Syndrómið? Þú veist, ég held að það hefur verið byrjað að Halla hafi lært af... Hún hefur örugglega horft til Kamilu. Já, lært af hérna öðrum, sko. Þetta er náttúrulega það eina sem að virkar og líka bara svona einföld skilaboð, sko. En ég held kannski líka, að þegar við vorum að tala hérna, hvernig við varum að lyfta okkur upp, að við mögum öll taka þetta til okkar, að svona taka húmórinn með. Það gerði eins og rauðsokkarhreyfingin og þannig unnið að stærstu sigrana. Kaldhæðina að besta vopnið. Akkurat. Ánægjulegt að sjá við þingsetninguna að þarna voru þessar tvær mögnuðu konur sko, annars vegar nýr biskup og svo nýr forseti. Ragna Árnadóttir, hún er hérna skrifstofustjóri Alþingis. Það voru konur á öllum helstu póstum. Þið sitið hérna 4 gestir. Og er ekki kona á leiðinni í forsætisráðuneytið? Allt konur. Jú, er það ekki mögulegt allavega? Já, allavega mögulegt. Já. En hérna, það er nú kannski eitthvað sem við getum talað og getum fundið að sé jákvætt. Það eru kannski ekki sumpart, hvað maður að segja, aðeins skárri tímar hvað varðar kynja ójafnrétti heldur en hefur verið. Er það ekki? Erum við ekki það var svona aðeins að bæta okkur þar eða finnst ykkur að þetta er alveg svolítið flókið sko. Það er erfitt að horfa til þess að hvað hérna hallar svolítið á strákaorðið í skólum og menntun. Það er ekki gott að hugsa til þess. Og svo er bakslag líka í raun og veru jafnrétti. Þetta er flókið orðið hjá okkur þó svo að við séum hérna kannski fremst í flokki á Íslandi varðandi kynja jafnrétti. Að þá erum við samt að rekast á að það er alls ekkert þannig endilega alltaf þegar við skoðum betur fyrir maður undir yfirborðið. En já, jafnrétti, það er náttúrulega það besta, það sé jafnt sko og kannski þarf bara að fara aftur í hvenna lista pólitíkina sko bara lög og reglur 50-50. Það var eina fréttum vikuna að launamunur kynjanna er aukast. Já. Þannig að þetta er ekki... En ég bara hugsa með drengina því nú er ég dreng sko og skólakerfið og drengir og þetta og svo sér maður það er alltaf fleiri og fleiri konur sem þú veist, það eru miklu fleiri konur sem útskrifast á háskólanámi. Þú veist, ég hef áhyggjur af strákunum og bara menntakerfið of mikið hannað fyrir stelpur. Já. Menntakerfið er þetta mikið til þetta og hefur verið lengi rekið af konum. Því að þetta hefur verið láglaunastarf og það er launamunur kynjanna. Já, stýrt af köllum, en ég veit það ekki. Mér finnst þetta sama með strákana. Mér finnst ég búin að heyra þetta svo lengi. Og mér finnst við einhvern veginn að það gerist aldrei neitt. En sko íslenska stelpur standa sér ekkert betur í lestri, eða þú veist þær eru líka, þú veist það er að koma illa út í samburði við önnur lönd í heiminum og þessir andlega alveg svakarlega hátt skor sko. Þannig að það er líka svona stundum að vera að draga svona einfalda tölur einhvern veginn út úr þessu. Ég held að heilt yfir að þá
ástandið á ungu börnum og úlingum í dag eins og í skólakerfinu náttúrulega bara að rekja til þess að það hefur verið fjársvelt kerfi frá eiginlega aldamótum. Það ekki nægur stuðningur börn sem þurfa að halda eða einmitt að gæta að þau þurfa einhvern aukinn stuðning og svo framvegis og sko niðurstöðurnar eins og í PISA-könnuninni hefur verið að sérfræðingar í þessum málum eins og upp í HÍ hafa verið að benda á að það sem að skortir á auðvitað bæði bara að kennarinn sjálfur hafi meiri tíma til þess að vinna með börnunum og vantar stuðning við kennarinn sjálfan og svo vantar sko stuðning sveitafélagsins við skólan, skiljið. Þannig að þetta alveg svona, þetta eru margir hlekkir sem að þurfa einhvern veginn en svo kannski hitt sig vildi skjóta að launarannsóknin sýna það að bitnar ekkert á köllum að þeir fari ekki í háskólanám. Það hefur ekki áhrif á, þeir eru samt, að alveg halda í við konur í launum og þó þessi ólíkum geirum og það var kannski einn svona stærsta mýta var að konum var bara sagt að mennta sig og þá þið engin launamunur. Ég held samt að við erum að horfa á eitthvað samfélag, eitthvað í lífinu bara allan heim einhvern veginn að það er rosalega breytur í gangi með menn og hvernig menn eiga að vera og það kemur með auknu jafnrétti og svo kemur MeToo og þá koma strákar og ég held að þeir eigi bara mjög erfitt. Já, og ég held að við verum líka bara að sjá það og horfast, það þarf að einhvern veginn eiga eitthvað samtal og tala við þá og allt þetta. Það svona. Það að koma út bók núna, hún komin út. Ég tók viðtal við höfund hennar, Rúnar Helgi Vignisson. Hann prófessor í ritlist upp í háskóla. Hann þar meðal annars að skrifa hvernig við kallar þurfum að sitja undir því að vera misheppnaðir, vera nauðgarar, ógeðslegir, ráða öllu, eiga peningana. Drengur sem elst, sem núna í grunnskólanum og til dæmis eins og ég alltaf að setja eitthvað persónulegt inn í þessa þætti því við erum bara syndir feðranna. En mér finnst bara miklu skemmtilegra að ræða líka málin persónulega. Að ég var sem strák sem útskrifaðist úr 10. bekk grunnskóla í vor. Ég held á skólasetningunni hafi verið 14 konur í kennaraliðinu og 1 kall. Ég held að það hafi verið þannig. Og auðvitað verður maður mjög hugsi. Þið hafið ykkar reynslu heim og ég ætla ekki að reyna að skilja hann. Ég ekki kona. En sem sagt, það einhver árekstur í gangi. Við erum ekki alveg að tala saman þótt sitt hvað sé á réttri leið. Þetta líka þessi gjaldfelling á launum menntafólks og fólks í umönnunarstörfum eða í velferðarstörfunum. Það ekki, launin ekki þar. Þannig að þess vegna fær ekki út menntininni í samtöðu launamunin. Ég meina velferðarkerfinu bara haldið uppi að fórtvísi kvenna. Bökum kvenna. Það bara. Og það gjalda fyrir það með heilsu sinni. Það bara þannig líka. Ég held að samfélag okkar líka svolítið orðið í skyndilausnum og líka við erum ofta að tala þetta allir held ég að það eru endalaus réttindi og ég á rétta og svo engar skyldur og við sem einstaklingar þurfum líka að fara að taka meira til okkar bara sem hvaða skyldur hef ég í mínu umhverfi og í nærumhverfinu þetta ekki leyst með bara með kerfinu eða lyfjum og meðan nú einn stærsta fréttin í vikunni var þarna þessi grein sem kom í Læknablaðinu í vikunni sem búið að taka út á vísindalegan háttum sambandi við ADHD-greiningar og ofmeðhöndlun á ADHD á Íslandi. Mjög áhugavert. Þetta var 5 læknar sem skrifuðu þessa grein, geðlæknar ég þori ekki fullir á hvort það eru allir geðlæknar en hann var að kynna hana í fréttum sá ég hann Oddur Ingimarsson sem er þarna höfundur og mjög vel gerð úttekt á þessu bæði hvað líka var að segja frá hvað þetta kostar allt saman batterið en við erum augljóslega margfalt fleiri greiningar á ADHD og meðferð líka margfalt með við aðrar þjóður sem hafa líka skoðað þessa hluti mjög vel og faglega. Þannig að það einhver staðar, einhver pottubrotin í því að það eins og við vitum líka og við vitað í mörg ára það svona eftirspurn eftir þessari greiningu
og kannski það bara því, til þess að fá okkur að lausn sem eru lyf og lyf eru, og það eitt af þessu skyndi lausnar hugmynd, sko, fá bara eitthvað til þess að redda þessu eða laga. En þannig að augljóslega þá verið, vandamáli ekkert minna, sko, þú veist, en þetta ekki, en greiningin ekki rétt og meðferðin þó ekki heldur, þannig að það eitthvað annað sem að veldur því að fólk leitar eftir þessari greiningu, það eitthvað að. En þetta var bara áhugavert að sjá þetta bara svona svart á hvítu, búið að skoða þetta vel öll þessi ár aftur í tíman og einnig að sjá þennan kostnaði minni að það kostaði 3,4 eða 7 milljarða á ári greiningar og meðferð við þessum sjúkdómi á meðan að allt geð batterið fær 7,4 fyrir árið með allt sitt hvað það að meðhöndla. Þetta bara helmingur. Já, og og svo til dæmis það sem meðferðin sem að S.A. veitir á öllum sínum stigum, það 1,5. Þannig að þetta þú veist, þegar maður hugsar svona hluti í samhengi þá sé peningarnir, þeir eru greinilega til, þeir eru allavega notaðir þarna, en þá ekki á réttan hátt. Þannig að hvað skiptir miklu máli líka að við séum með væntingarnar, sko, það kannski þarf að fara í væntingastjórnin og hugsa veist, það ekki allt sem kemur að okkur leyst með ákveðin einfaldan hátt og svo með lyfjum. Það svolítið ríkt í okkur. Við sjáum svo ertum við ekki heldur með kannski kerfi sem að hjálpa til og íta undir eins og skólakerfi og heilbrigðiskerfi og þá verður þetta lausnin. Og hvað veldur, sko, þetta kannski minnst börnin, sko. Þetta meira líka fullorðna og þannig að þetta nú ekki einfalt mál, sko. Þetta afgreiða bara með einhverjum 2-3 setningum hver vandinn en allavega. Kom ekki fram líka að það væri frekar þessar greiningar á einkareknum stofum, heldur? Já, bara hvernig þetta gert hjá okkur á Íslandi sem leiðir til þess að fólk fer á meðferð sem þá ekki kannski rétt greining. Já. Það sem liggur að baki þinnar spurningar hvort það hvati hjá einhverjum. Já, ég meina þú veist að sérfræðingar hafa bent á það í gegnum tíðina og svona, ég ætla ekki að segja að það séu allir rannsakandi þeirra skoðunar en að það séu auðvitað hægt við að það séu hvati og ég meina þá hefur til með þess að við verið talað hálskirtlatökurnar í þessum efnum að það sé raunverulega bara gert fyrir þá viðkomandi til þess að græða, það sé allt og mikið af þeim og álíka. En eins og sko í þessum efnum að því það var líka svolítið að þú veist vera að hamra á að þyrfti að vera sérfræðingur þessu sviði sem að væru með bæði menntunina en líka reynsluna og þá mitt að því að sko að við vorum líka með fundum heilbrigðisþjónustu eða jafnrétti aðgengi að heilbrigðisþjónustu í vikunni þannig að maður svona þess að dusta að ríkja af þeim pælingum að sko besta leiðin þú veist fyrir nýting á fjármunum okkar en líka til þess að tryggja þetta að heilbrigðisþjónustan kosti okkur ekki skattgreiðendur þetta að stjórnvöld hafi yfirsýnina yfir heilbrigðisþjónustan sem verið að veita til þess að þau geti stýrt henni og skipulagt hana og þau geti ekki metið þörfina jafnvel ef að veru með svona litla kvíslir út allt sem að gera mismunandi þætti hennar og auðvitað hefur maður líka ágjörð að þetta sé ein birtingamenn þess. En það kannski ekki, ég sé ekki alveg hver ætti að hafa hag af því að gera greiningu og gefa lyfjameðferð, aðrir heldur en þeir sem selja lyfin, sko. Nei. En ekki þeir sem eru að gera greiningarnar, en ég held að það sé bara svo mikil, sko, væntingar fólks og samfélagsins. Það er búið að hengja svolítið mikið á þetta, að þetta sé málið og ég vil fá þessa greiningu sem mjög sérstætt, það ekki margar sjúkdómsgreiningar sem fólk að sækjast eftir að fá, en þetta hefur verið svolítið svoleiðis, sko, þannig að þetta er áhugavert bara. Ég sjálfur með ADHD. Ég hef verið svona slegið úr og í með lyf og ég átti mig ekki á því hvort ég betur komin með ályfjum eða ekki. Ég ekki á þeim núna. Nei. En mér finnst þetta mjög flókið fyrirbæri. Þetta er mjög flókið og athyglisbrestur er náttúrulega hluti af svo ótrúlega mörgu, sko. Já. Þannig að það er ekki bara það auðvitað, greiningin byggir á mörgu en eitt atriði sem er í nafninu líka og það er auðvitað þú veist, ég er bara með athyglin út allt og það eru bara svo margir þar, ekki að þeir hafa ADHD eða ADD heldur vegna það er kvíði, það er áreiti, það er ómikið að gera og þú þarft að horfa á alla þættina eða guðum að vita, þetta er samfélagið náttúrulega komið svolítið út á ystu nöf þarna held ég og það er okkar einstaklingana að bakka út úr því. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að fjöldi fólks þarf meðferð við sjúkdómum, líf og allt það. En ég hef bara reynt á eigin skinni að ef maður hreyfir sig, ef maður borðar ekki ógeð,
gjörunnin matvæli sem full af einhverjum aukaefnum, þá einbeitingin betri, þá andleg líðan betri, en það ekkert mjög mikil umræða þetta. Þetta rosalega mikilvæg umræða og akkurat það sem hann nefnir, hreyfingin, mataræðið, þessi gjörunni matvæli, hvað það að gera, nikotínið. Þetta alveg gríðarlega áhrifamikið sem hefur alveg ofsalega mikil áhrif á heilsu okkar og líðan. Og þetta bara hluti sem enginn getur breytt hérna eitthvað staðar ofan við. Þetta bara eitthvað sem samfélagið þarf að sjúga inn og reyna að gera betur. En þá erum við bara först í nikotínbúðum. Þú veist, þetta auðveldara fyrir fullorðna að reyna heldur börn. Jú, en eru þeir þá að segja að það sé ekki allt þetta fólk sé í raun ekki með ADHD eða þeir séu eða allt þetta fólk með ADHD? Já, greiningarnar eru ekki að segja neitt eða það er að segja að lítið út fyrir að fólk sé ofgreint og það sé ekki endur allir. Ofgreiningar, en það er bara mikilvægt að finna það fólk sem hefur greininguna og meðhöndla það rétt, en hinir sem eru þá með einhver önnur vandamál, þeir þurfa að fá þá rétt á þjónustu. Og þetta ekki eitthvað svona víðara samhengi eins og þetta vera á þessu rófi, ekki allir á okkur rófi, eða þetta rosalega svart og hvítt? Ég meina... Veit ekki hvort það allir á þessu rófi. Nei, en þú veist, á einhvern hátt, skilur við. Það alltaf einhver ákveðin skilir sem það eru uppfyllað til að greinast með sjúkdóm. Já, nákvæmlega. Og þú veist, maður getur verið þunglindur öðru hverju, þunglindur að gæsalappa, maður kannski ekki með geðröskun þunglindi. En þetta alltaf matsatriði. Flutti ekki bara 20% traustustu Íslendingana í vestur faraferðunum til Kanada og var ekki veikari helmingurinn eftir og eru við ekki bara... Við vorum myndið að grínast með þetta daginn, ég menn þetta algengt, þú veist, ég menna þetta ekki bara, við erum bara mjög Svo erum við að reyna kannski að setja börnin í kassa, inn í gamaldags skólastofur með gamaldags borðum og stólum og það á að lesa og læra utan að og svona, þú veist, þetta líka svolítið það og þú veist, allir eiga einhvern veginn. Nei, það ekki hægt, það ekki að læra utan að. Nei, það ennþá góðið. Það allavega í gangi í framhaldsskólanum. Já, það gott. Ég hefði gott að þurfa að æfa sig aðeins í því. Ég hefði verið krakki núna. Það hefði örugglega sendt mig eitthvað í greiningu. Þú ert þurft að bíða lengi. Ég meina einmitt sum börn, þú veist, eru bara á lyfjum til þess að þau geti þraukað skóladaginn. Já, ég veit það. Og það er svona bara, af hverju má þá ekki bara breyta? Þegar breyta skóladaginnum. Já. En talandum að breyta skóladaginum og talandum eitthvað jákvætt. Það eru góð viðbrögð hjá grunnskólabörnum við því að fyrsti tími hafi verið færið til klukkan 9. Ég held að það sé alveg ljóst. Það er lýðheilsulegt skref sem að ég held að miklu fleiri krakkar séu sáttir við heldur en ósáttir. Já, það var einhver skóli sem að prófaði. Dóttir mín var þar, það var svona í tilraunaverkefni og að því loknu og þá voru niðurstöðurnar svo jákvæðar að ég skilja þannig að bara allir grunnskólar í Reykjavík hafi innleitt þetta fyrir unglingadeildina og þau séu öll að byrja svona 9-leytið. Já, þau byrja öll 9 núna og það, mínar hjallastefnu yngri þar hefur þetta alltaf verið 9. Já, er það? Já. Það er ansi mikil munur sko klukkan 10:08 eins og er í mínu fjölskyldu eða 9. Í kólneðamyrkrinu og öllu. Það sem er svona aðeins byrjað að bíti í okkur núna en samt bara mjög þægilegur árstíma og eins og þið segið, það er gott veður úti og ég ætla ekki að halda ykkur lengur inni á þessum góðveri stegi heldur en nauðsynlegt er. En það er nú eitt svona smá hasarmál. Þú ert lögfræðingur, ekki satt? Jú, en ég er, þú veist, ég er mjög sérhæfð orðin. Já, en hvað hefðurðu gert í svona eitt krassandi mál, sko? Hvað hefðurðu gert í sporum Guðrúnar Hafsteins dóttur? Hvað var þar Helga Magg, vararíkissaksóknari? Við erum auðvitað það sem hún gerði. Er það? Já. Já. Þú hefði semst vikið honum frá störfum. Segðu okkur af hverju. Ég meina í grunninn, sko, það fylgjaði auðvitað ákveðna skyldur þegar þú ert í opinberu embætti sem þessu. Og þú getur ekki skapa vantraust með því að þú sért ekki að þjóna öllum jafnt eða raunverulega, þetta muni koma jafnt fram við alla hópa. Og það eru bara alveg ríkar heimildir til þess út frá þessum skildum að beita sér. Þannig að mér fannst þetta áhugavert. Það er ekkert mjög margir sérfræðingar á þessu sviði. Þetta er umverulega svona starfsmannaréttur heitir þetta, lögfræðinni, þú veist sem að verða þá opinberum vinnumarkaði. Þannig að, já, en hugsanlega einmitt
Já, nei, ég held sér bara fæst orðum þetta. Ég hef gert það þverjugt. Hún skákar í því skjóli að hún hafi fengið aðkeypt lögfræði álit utan ráðuneytisins. Þau hafi verið ósamstíga og hún endar með því í rauninni að gagnrýna Helga en hlífur hún samt. Er það ekki einhvern veginn? Jú. Það er... Að hún í rauninni að hann hafi sökum aðstæðna hafi þetta láta hún það slæta, góður í íslensku. Já, þetta svona, gerum bara ekki neitt, eins og allt. En ég er alveg sammála að þetta er, hann er í, þú veist, þannig stöðu að það verður bara að sýna fordæmi. Og það er þannig að því annars er þetta bara, virkar, þá er þetta bara sama og alltaf. Og því auðvitað þarftu alltaf að meta sko, aðstæðna hverju sinni og sko, hvaða áhrif viðkomandi getur haft í sínu starfi og svona, ég meina þetta er bara mjög hátt sett embætti og bara þeim er meira eftir kröfurnar að vera og er einmitt að vinna að þannig viðkvæmum málum. Já. Og hræðilegt að hann hafi orðið fyrir því sem hann var fyrir, ömurlegt, en það breytir þessu ekki og hann þarf ekki að tjá sig um það opinberlega. Nei, maður getur bæði sett sig í spor hans og fundið einhverja samhygð með augnablikinu en líka átt að segja á því að það gengur ekki að tjá sig svona. Nei, þú getur bara einmitt. Það er bara augljóslega mjög veikur maður og við eigum alveg líka dæmi af því að fólki sem er fætt hér á landi sem hefur afskaplega veikt og gert hræðilega hluti. En það talar enginn svona Íslendinga upp til hópa. Það er bara að tala útlendinga svona upp til hópa. Sko, hérna það fer að líða að lokum hjá okkur en hérna af því að það er ekki hverjum degi sem ég er með ritstjóra Bændablaðsins hérna. Ég þarf ekkert að segja mér, ég er bara búin að læra svo mikið, þetta er bara geðveikt sko. Mér langar að heyra meira bara hérna. Frá Bændablaðinu? Já, sko ég nefnilega er ákveðin aðdáandi Bændablaðsins líka. Þú ert nú svona líka drauga starfsmaður minn sko. Hann sér bridge-þátt Bændablaðsins, það við tekið eftir því. Eru þið búin að læra bridge? Já, það er bridge. Eru þið búin að læra bridge? Nei, samstagskona mín er sko bara, þú veist, hún talar ekki um hana, hún er svona nýbyrjuð. Er hún á námskeiði? Akkurat núna. Það er ótrúlega vakning í gangi. Bara við vitum ekki hvað er að gerast í bridge. Það er allir að læra bridge. Gaga. Sko, maður minn mjög mikill bridgeari og sko, ég heiti Rannveig og ég ætla alltaf að nota það nafn þegar ég yrði eldri, færi í bridgeklúbb eins og amma mín sem hét líka Rannveig. Þannig ég það kannski bara að drífa í þessu. Það var líka bara að segja frá einhverjum rannsóknum sko að fólk, krakkar, eða fólk sem spilar bridge er betri í námi. Stendur sér betur í námi. En er ekki á auðveldara með að læra. Allt svona, var þetta ekki sama með Sudoku á sínum tíma og allt svona svo að gera annað öðruvísi skákina og svona. En þetta er líka félagslegt. Æfa heilan. Félagslegt, af því að sko ólíkt skákinni þá er þetta ekki einstaklingsbardagi, það er ekki þú gegn mér, heldur það er ég og þú gegn þeim tveim, sko. Við erum makkarar og þá þarf maður að rækta félagslega taug og halda hjónabandinu sem er í gangi á milli okkar makkarana þótt þú svíkir mig svakalega og gerir sko verstu mistök sem hægt er að gera, þá þarf ég að horfa á þig og ég veit að við erum að halda áfram að spila, við þurfum að halda haus og bara hrósa þér ef eitthvað er fyrir. Og ég held að við þurfum að kenna krakkunum okkar að spila. Það er eitthvað svona sem er að deyja. Já, en kom ekki smá kippur í það? Ég hef reynt á mínu heimili og það eru heitustu stundirnar, þú veist. Það er alltaf gaman að spila. Já, menn allir fara að rífast. Já. Svolítið. En ég meina líka svona leggja kapal sem ég kann ekki. En þið veitir svona, hérna, þetta er eitthvað annars bara... Gaman að gera það með barnabörnunum. Já, það er frábært. En sko, af því að við erum nú ekki á neinum unglingaldri, sýnist mér hérna, þótt ég sé nú mögulega elstur eða svona í efraleginu, að hérna, þá sko, það er ekki síður gott þegar við eldumst sem er rosalega gott að spila bridge. Það viðheldur sko gráu sellunum og jafnvel bara fjölgar þeim. Af því að þetta er stanslaus áreynsla fyrir heilan, bæði skemmtilegt og hérna, og bara eins og skákin, ekkert nema framsýni, talning, lógík, reikningur, líkindafræði og sálfræðin líka því að það má blöffa og blekkja í bridge. Ef það er gaman að póker þá... Bridge og að lyfta, þá er bara allir vegið færir. Og skokka kannski, og syngja eins og þú gerir. Þetta er allt heila leikfimi. Já, og þú spilar á kontrabassa. Já, það gerir ég. Mér finnst það ekki. Og tefli líka, rosa mikið. Og þú tefli líka. Og þú ert í 2 manna hljómsveit. Já. Já, og þið hafið unnið til verðlauna? Nei. En verið tilnæmdar? Nei, við vorum tilnæmdar. Já.
Tilnefnda, það var rosa gaman. Gefa disk á fertugsaldri með tilnefningu. Mér er svo magnað að vita að þú ert í tveggja mannabandi og þú spilar á kontrabassa. Og hún rappar sko. Svona hip-hop. Vistu hvað ekki magnað kombo? Já. Ég bara trúi ekki að veist af þessu. Og svo bændablaðið. Já, svo bændablaðið. Mér er bara eins og við þurfum að fá æfisögu. Við þurfum að vita meira. Ég er búin að vera svo stressa fyrir þessu. Ég er ótrúlega ánæg. Ég hafi þetta að segja svona lítið sko. Þetta er alveg bara sko æfing. Þið eru svo ótrúlega klárar. Ég er bara búin að hafa unnin að hlusta okkur sko. En nú þarf þetta að segja meira. Vegna þess að nú ætlum ég að vitna í bændablaðið. Aldrei verið betra að vera bóndi. Já, það er bara gaman líka með bændablaðið að ná líka fram með mitt, líka góðu þáttunum. Ég held að það sé nú ein af lykil ástæðan fyrir að bændablaðið er svona vinsælt af því að fólk finnst svo gaman að fletta bændablaðina því það er verið að segja frá svona jákvæðum hlutum. Fólki sem gengur vel og að gera eitthvað nýtt og það er auðvitað erfitt að vera bóndi líka, hvað þá ungur bóndi, þú veist, þegar þið voru að tala um vextina og bara hvað það væri bara ómögulegt ástand, starfsumhverfa að mörgu leiti, þá eru samt alveg fullt af bændum sem er að standa sig rosalega vel og í þessu tilfelli þá erum við með bændur sem vildi bara segja frá því hvað væri gott að vera bóndi. Og hvernig það aðalatrið hjá okkur. Þau eru ekki ungir bændur, þau eru búin að vera í þessu lengi, þau eru kannski ekki undir. Þetta er fólk í Bárðardal fyrir norðan? Nei, þau eru Kjósin þessi. Þau eru Kjósin þessi, já, ég er nefnilega saman. Já, þau eru Kjósin þessi og já, þau eru bara búin að vera lengi að og búin að standa sig vel og huga í kynbótum og bara, já, hafa metnað fyrir því að vera bændur og við verið það lengi. Langar okkur ekki öll stundum til að verða bændur? Ég var í sveit þegar ég var lítil áður en ég byrjaði svo í fiskinum og bara þetta eru yndislegustu sumrin mín sko. Þetta var líka svo gott fólk en bara dásamlegt og ég bara sá fyrir mér ég yrði bóndi sko. Hvernig bóndi myndir þú vera? Fjósabóndi með kúabóndi. Kúabóndi. En það er reyndar allt breytt sko, maður þarf ekki lengur að halda og hella honi sýkti, þetta er allt sjálfstætt og, já, þetta er bara róbótar og bara með kreditkort hálsinn og kýrnar. Já, en það er bara góða minningar. Ef ég finn fjósalikt þá fæ ég bara nostalgíukast sko. En svo fyndi ég hvernig maður getur farið í hringi sko. Foreldrar mínir voru bændur þannig að ég er sveitastrákur. Ég skammaðist mér óbúslega mikið fyrir fjósafíluna, fyrir fjárhagslyktina og allt það. En núna, öllum þessum árum síðar, þá finnst mér, þá finnast þessi lykt bara fín. Þessi bara góð, hún bara nostalgísk, hún minnir mig á eitthvað sem að... Kemur eitthvað gott. Ég held líka að það endurspegla alveg fleiri, að því að líka núna, þú veist, þá eru meiri hlutin sem að býra einhvern veginn á malbygginu og þá eru söknuður eftir einhverju og þú veist, þá verður þetta orðið svona, já, eitthvað eftirsóknarvert. Já, svo minni ég mig á það að ég sé læknir og kunni ekkert að reka fjós. Þá verður allt leiðilegt aftur nei. Við komumst ekki til þess að ræða forsíðufréttir The Saturday Paper sem er ástralskt. Og þetta er eitt af fáum dagblöðum í Ástralíu sem Murdoch á ekki. Þar er öll fjölmiðlun meir og minna komin undir auðvaldið. Og sumt af því sem við höfum verið að ræða hér bendir til þess að auðvaldið og markaðurinn hafi allt of mikil áhrif og neikvæð okkar samfélag. En rétt í lokin, áður en við kveðjum, þá langar mig að bara fara hérna hringinn og ef þið mynduð vilja segja mér hvað þið ætlaði að gera skemmtilegt helgina. Við byrjum á þér svona. Sko, mér finnst þetta bestu helgarnar þar sem er ekkert planað, en ég er alltaf með eitt plan. Ég ætla að fara hérna í listasafn Árnesinga. Það er hérna opnun á svona samsýningu listafólks á morgun og þar á meðal Önnu Líndal sem ég kannast aðeins við. Þannig að við erum spennt að fara þangað. Skemmtilegt. Ég ætla að fara á frumsýningu á heimildamynd Johnny King á morgun. Bíó Paradís. Já. Músíkingurinn geðþekki sem hefur alið sinn mann, hvað suður? Ég veit ekkert sko, ég bara held að myndin sé verði frábær. Country-söngvari, er það ekki? Country-söngvari, jú. Já, hann er húsíkingur sko. Já. Við erum báðir þingeyingar og magnaður á ekki. Það hljómar spennandi. Já. Ég er að spæða fyrir réttir. Dásamlegt. Og já, mati systur minnar. Skemmtilegt. Ég er að fara í kvöld að sjá loksins Orgi Gorði sem aðrir hafa séð. Ég ætla að sjá það. Svo er ég að fara að hlaupa í eldslóðin í fyrramálið og ætla að taka upp kartöflur. Það er komið fullt af kartöflum í bak við hús hjá mér. Þannig að ég eitthvað svona. Einmitt. Það er nú fátt sem er betur en að taka upp kartöflur. Það er þetta samband hugar og handar. Og moldar. Og moldar. Hvítar og fínar. Moldar, já. Þessi sinni. Akkurat.
Heyrðu, það hérna komið að lokum hjá okkur en ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Gaman að vera með ykkur hérna. Afkynna ykkur fyrir þá sem hafa verið að koma inn í útvarpið. Hér hafa sem sagt setið Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Valgerður Rúnarsdóttir, læknir á SÁÁ, Guðrún Hulda, ritstjóri Bændablaðsins og Gagga Jóns, kvikmyndagerðar kona. Ég ykkur, eins og fyrir segir, mjög þakkláttur fyrir komuna og ég óska ykkur góðrar helgar. Takk fyrir. En þessi þáttur þá á enda runnin. Ég vil minna ykkur hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar á að við gætum ekki verið hér í loftinu án ykkar stuðnings og við þökkum fyrir öll framlög sem koma frá okkur inn á vefinn samstöðin.is undir hnapp sem kallast áskrift og gegn 2500 króna mánaðarframlagi aukið því líkurnar á að samstöðin haldi áfram að standa fyrir þeirri þáttagerð sem raun ber vitni. Mig langar einnig að minna á að í fyrramálið verður helgispjallið, það verður viðtal við Maríu Bender sem að nokkuð ítalegt viðtal. María Bender átti stóran þátt í að uppræta barnaníð með hugrekki sínu og heilsteyptum athöfnum. Ég tók sjálfur við hana viðtalið fyrr í morgun sem verður sýnt í fyrramálið og mjög sterkt að kynnast þeirri mögnuðu konu. Hún glæsileg fyrirmynd, hún María. Einnig verður á morgun úrval vikunar, það besta af því efni sem við höfum sett saman og búið til núna í vikunni. Og svo langar mig að minna einnig á Syni Egils, einn vinsælasta þátt þessara stöðvar sem fer í loftið 12:40 á sunnudag. Og í þetta skipti þá verður okkar besti maður Gunnar Smári Egilsson, hann verður fjarri góðu gamni, hann í smá fríi akkurat sem stendur, þannig að Sme bróðir hans og ég, við ætlum að stýra þessum þætti og þar verða mjög góðir gestir og væntanlega dýnamísk þjóðmála umræða. En kæra þakkir fyrir að hlusta og horfa, verið sæl.